Velkomin í skýringamyndband Naglans. Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig skrá og verk, hvernig tilkynningar og skilaboð að berast milli notanda, hvernig verksalinn á að bjóða í verk og hvernig verk síðan lítur út. Einnig verður gengið frá verkinu og greiðslu og áður en verður farið í einkunnagjöf og annað í lok verks. Ef við byrjum á því að skrá verkið fyrir verkkaupa, þá þarf alltaf að gefa heiti. Skrá okkur í postnúmer 101. Fyrir öll verk verður að velja flokk verks. Flokkurinn stýrir því svo hvaða sniðbönd standa í boði hérna fyrir notendur. Sniðböndin eiga að hjálpa ykkur að lýsa verkinu sem best. Fyrir hvert verk verður svo að velja hæfni. Þið sjáu hérna að undir hverjum yfirflokk eru undirflokkar og þessi flokkar eru það sem er að tengjast við hæfnina hjá verktakanum, eins og við sjáum hérna undir hæfni hjá þessum notanda. Það er ég búin að setja dæmi, og að því ég vel dæmi hérna uppi að þá fær þessi hérna notandi tilkynningu þegar þetta verk er skráð. Fyrir öll verk er svo hægt að tengja verkið við fasteignir hjá notendum. Notendur getur verið með fleiri en eina fasteign. Svo er þetta að tengja myndir og skjöl og allt slíkt, teikningar og magtölu lýsingar í Excel skjölum eða annað slíkt. Bætum hérna einhverju við. Svo er einnig að velja gjaldmiðil, verðbil. Ekki er þörf á þessum upplýsingum en það er hægt að stjórna þessu per verk. Hvenær þú vilt að tilboðsfrestur rennur út, hvenær á að vinna þetta tiltekna verkefni. Þú gefur hérna til og frá tíma. Einnig er hægt að velja hvort þú viljir auglýsa verkið, en ef þú vilt auglýsa þá kostar það aukalega. Þetta birtist þá á efst hérna í leitarsíðu fyrir verk. Einnig birtist þetta á stjórnborði hjá verksölum hérna til hliðar. Þannig að þetta verður aðgengilegt og meira sýnilegt heldur en önnur verkefni. Einnig er hægt að velja milli hvort þú viljir prívatverk eða gegnsætt verk. Fyrir gegnsætt að þá eru verktakar að sjá tilboðin frá hvorum öðrum, en fyrir prívat að þá sjá þau bara sitt eigið tilboð. Þegar þú skráð upplýsingar ferðu svo í yfirfara þar sem þú ferð yfir þínar upplýsingar áður þú skráir verkið svo á markað. Ekki kosta neitt að skrá þessi verk, ekki nema þú viljir auglýsa eða annað slíkt. Þetta er svo verksíðan eins og hún birtist bæði hjá verkkaupum og hjá almennum notendum, en fyrir verksalana þá, að því ég var hérna tengdu með dæmi sem hæfni á þessum notanda, að þá fær þessi notandi tilkynningu eins og við sjáum hérna uppi að birtist. Einnig kemur hérna tilkynning í tilkynningasvæðið og þessi notandi fær einnig tölvupost þar sem að hann fær upplýsingar að verk í sinn hæfnisflokk hafi verið skráð á naglanum. Svo getur við farið beint úr tölvupostinu með þá af stjórnborðinu og hérna inn á verksíðuna, og þá sjáum við einmitt hvernig þetta birtist verktakanum. Verktakinn getur kosið að senda skilaboð á verkkaupan ef hann vil frekari upplýsingar, og ef það er þörf á að lýsa verkinu frekar þá getur verkkaupin hann getur farið og breytt lýsingunni og uppfært, og þá fá allir tilkynningu aftur að það sé búið að uppfæra og sé rauninni komið nýtt verk. Hafi þessi verktaki áhuga á að bjóða í þetta verk og vinna, þá ferðu í bjóða verk og skráir þá upp að sem þú vilt. Í dag ætlum við bara að hafa þetta 1000 kall upp og dæmið að gera. Þú ákveður hvort að efni sé innifalið í þessu tilboði og segir til hvenær þú getur þá byrja að vinna þetta verk. Ég ætla að áætla bara 1 dag í að vinna þetta, og hérna sendir maður persónleg skilaboð á verkkaupa. Hérna er þetta að skrá viðhengi með þessu. Það er til dæmis hægt að setja myndir, það er hægt að setja Excel skjölin, það er hægt að setja bara öll skjöl, myndi ég segja. Með ekki ennþá rekist á það skjal sem að hindrar okkur. Einnig ef þið viljið ekki fá þetta bara í einni greiðslu, heldur viljið fara fram á fyrirfram greiðslu eða setja þetta upp í áfanga, að þá veljið þið það hér og skrifið hérna inn áfangana. Þetta reiknar svo allt sjálfkrafa fyrir ykkur, þannig að það þurfið ekki að hafa áhyggjur af mistökum með annað slíkt. Ég sendi svo tilboðið á verkkaupan áður en
verður farið af stað í þetta og þið sjáu hérna að eftir ég er búin að senda inn tilboð að þá kemur það hérna inn. Ef að aðili vill svo breyta því eða afturkalla þá stendur það til boða einmitt á verksíðu. Einnig er hægt að velja þessa möguleika fyrir þau verk sem að þessi notandi er tengdur á stjórnborði tiltekins verktaka. Sjáu hérna. Nú er ég búin að senda tilboð í þetta verk. Þá förum við verkkaupa megin sem að er þá komið með eina tilkynningu í sitt pósthólf þar sem að það kemur fram að það sé búið að skilja inn tilboði í þetta verk. Þá getum við farið aftur á verksíðuna og þá sjáum við hérna að þetta er komið inn og ég geti þá valið til dæmis að skoða þennan verktaka eitthvað frekar. Þá fer ég hérna á heimasíðu hjá viðkomandi. Ég sé hérna undir skildunum hvernig eða hvaða réttindi og hvaða skildir þessi aðili hefur áunnið sér og meðan hann er að bjóða þjónustu sína á nagli. Hérna undir þessu get ég svo fundið upplýsingar það fyrirtæki sem þessi aðili tengist sem og gæðamál og gæðastjórnun. Þessar einkunnir hérna, þetta er eitthvað sem maður reiknast sjálfkrafa út frá notkun aðila og er hægt að nýta einmitt í mati tiltekins verktaka. Ef við förum svo aftur bara á stjórnborðið og þaðan í verkið þá ætla ég að sýna ykkur hvernig við tökum þessu tilboði. Við segjum bara hérna, já, við ætlum að bjóða verkið þessum tiltekna aðila, ertu vissum og vilja gera það, þessi aðili er ekki með neina einkunn eða annað slíkt, þannig já, það samþykja þetta tilboð upp á 1090. Hann skráði hérna tilboð upp á 1000 krónur en 90 krónur það er þessi þóknun sem að naglinn fer fram á. Og nú hefur þessi verkkaupi valið þann nagla sem hann hefur áhuga á og búin að bjóða hann að standa við þetta tilboð sitt. Þá fær verktakinn skilaboð að það sé búið að bjóða þetta verk til þín og já, ef ég vil samþykkja það að þá verð ég fyrst að greiða þóknun. Þegar ég greiði með þóknun og hérna ætla ég að nota e-isk sem er þá rafeyrir sem er þá inneign okkar í kerfinu hérna. Ég greiði þóknuna til naglans og þegar að þetta er komið hérna í gegn að þá er ég búin að taka verkið af mér og það er komin samningur, verksamningur á milli þessara aðila. Ég sjá hérna að þóknunin hefur verið greidd, það er reikningur á bakvið þetta og núna er verkið komið á. Það er í rauninni í framkvæmd. Stjórnborðið verktaka sérði hérna að þessi aðili hefur samþykkt að taka það að sér og undir áfangagreiðslur að þá manstu að það var búið að senda 1090 og þá velur einfallega að óska eftir greiðslu. Þegar óska eftir greiðslu þá fara sjálfvirkar keyslur af stað og eftir uppsetningu hjá þessum verkkaupa þá er mismunandi hvort þetta berst í heimabanka sem krafa, hvort þetta berst í rafræna viðskiptakerfi hjá tilteknum aðila, hvort þetta birtist bara sem PDF-skjal inn í kerfinu eða þú sendir PDF-skjal reikning á e-mail hjá tilteknum aðila. Þegar verktakar óska eftir greiðslu á nagli.is farast það sjálfvirkar keyslur sem draga saman upplýsingar frá notendum úr verkinu og tilboðinu sjálfu. Þetta er byggt upp í stöðluðum rafrænum reikningi sem er svo sendur á skeytamiðlara. Samkvæmt stöðlari uppsetningu að þá er reikningurinn notaður sem forsenda að kröfustofnun og krafa stofnuð í nafni verktaka og send á heimabanka hjá tilteknum verkkaupa. Verkkaupar geta hins vegar kosið að bregða út frá þessari stöðluðu uppsetningu og óska eftir að reikningar berast frá skeytamiðlara beint í sitt eigið viðskiptakerfi. Að sama skapi þá getur verktakinn sent afrit af þessum reikningi á annan viðtakanda eða bókara sinn sem þá tekur á móti reikningum inn í bókhaldskerfi. Þetta mun bæði spara tíma og fækka möguleikum á innsláttarvillum. Fyrir verktakan að þá erum við hérna búin að einfalda skrefið fyrir samantekt á vinnu, fyrir uppgjör og rukkun niður í það einfaldlega að velja með einum múðarsmell að óska eftir greiðslu. Verktaki hefur óskað eftir greiðslu, það hefur borist tilkynning til verkkaupa.
ber að nefna að allar tilkynningar berast einnig með tölvupóst, þannig að ekki þarf að vera endalaust inn í kerfinu. En þar sem ekki er búið að setja upp allar bankalausnir, að þá ætla ég að sýna ykkur hvernig er greitt með in-system credit eða rafeyri. Aftur þá veljið þið bara að fara á verksíðuna þar sem að áfangagreiðslan er komin hér með stöðuna beiðni greiðslu. Þið veljið aðgerðina að greiða og staðfestið að þið séu alveg vissum að þið viljið greiða þetta. Já, og nú hefur greiðslan gengið í gegn. Þessi áfangi eða loka greiðsla er greidd og nú er verkið lokið. Tekið stöðuna lokað og notendur beðnir vinsamlegast að stuðla að viðskiptasögu og skrifa umfjöllun eða gefa einkunn. Og það er aftur hérna aðgengilegt af verksíðunni sjálfri. Einnig fá notendur tilkynningar. Hérna lokið, veita umfjöllun og sem og hérna niðri. Þannig að vonandi fer þetta ekki fram hjá neinum. Og að samanskapið fyrir verktakan að þá fara þeir á verksíðu og smella þar til að veita umfjöllun. Sjáið að verkkaupin hefur kost á að gefa einkunn fyrir fleiri atriði heldur en verktakinn og sem dæmi svona að þá er þið beðin að gefa einkunn hvernig þessi verktaki stóðst tímaáætlun. Ég bjóst að þetta var 1 dagur en þetta var aðeins meira en það. Og svo hvernig þessi verktaki stenst kostnaðaráætlun. Það sé bara að þetta var alveg ókeypis, en þetta getur alltaf verið betra. Og hérna þá er þetta heildar einkunnagjöf eða verkframkvæmd. Og við bætum hérna við útskýringum og leiðbeiningum hvað í rauninni er verið að meta. En höldum þessu hérna í 3 og þá fáum við að sjá að meðaleinkunnin verður akkurat 4. Og við skráum hérna endurgjöf. Og eftir að aðilar hafa gefið einkunn og skrifað umfjöllun þá birtist hún á verksíðunni eins og allt annað sem tengist þessu verki. Fyrir verkkaupa þá er ákveðin takki hérna uppi sem einfaldar að endurtaka svipuð verk, þurfa þá ekki að skrifa það inn. En svona í lokin vil ég kannski sýna ykkur það yfirlit og þessa samtengingu sem kerfið býður upp á, eins og hérna sjáum við einfalda birtingu á reikningi sem kemur frá naglanum. Allt er þetta í samræmi við XML uppbyggingu og mun vera hluti af rafrænum viðskiptum. Þið sáuð að af verksíðu og það tengda þessum verkkaupa er ákveðin fasteign. Þessi fasteign er í Kópavogi og hérna inni getið þið fundið til dæmis allar teikningar sem að Kópavogsbær hefur fyrir þetta fasteign. Þetta mun auðvelda öllum verktökum að meta og senda tilboð. Pakkar kannski tilfellin þar sem að þörf er á vettvangsskoðun. En einnig eru báðir aðilar með svokallega veski þar sem að þeir halda utan inneign sín í kerfinu. Þeir sjá yfirliti yfir síðustu færslur og geta svo sótt allt yfirlitið og allar færslu söguna sína í Excel. Fara hérna og skoða þér í færslu sögu. En svo er yfirlit yfir þær færslur sem að gerðar hafa verið í naglanum. Förum í færslu sögu hérna til dæmis og hérna er þetta alveg eins og þið sjáið að reikningurinn hangir hérna á færslu sögunni. Því þið mjög auðvelt að nálgast þessar upplýsingar og halda utan að þær. Ef við kíkjum svo á heimasvæði hjá þessum notendum og hvernig þetta hefur breyst aðeins, að þið sjáið að það er komnar inn endurgjafir hjá notendum á heimasvæði verktaka. Hérna hægra megin kemur þessu umfjöllun og einkunnagjöf. Hérna efst verða skildirnir allir og við þetta bætist hérna neðst allar umfjöllanir þar sem að aðri notendur sem skoða svo meta þennan verktaka muni geta smelt
Og þetta held ég að klári bara kynningu okkar í dag. Ég vona að þið séu allavega fróðari hvernig kerfið virkar. En svo ef það eru einhverjar ábendingar eða spurningar, þá endilega hafið samband eða sendi okkur tillögu formið. Við munum svara þessu og halda þér upplýstum gangmála. Vonandi munum við eiga góð samskipti og viðskipti í náinni framtíð. Bless í dag.